Komið í sæl og velkomin í Spursmál, þriðjudaginn 27. nóvember. Það styttist óðum í kosningar og hér á eftir ætlum við að ræða stöðu flokkana út frá því hvernig þeir hafa auglýst, hvernig þeir hafa komið sínum skilaboðum á framfæri, ekki aðeins í hinum hefðbundnum miðlum, heldur einnig samfélagsmiðlum og í umræðunni almennt. Þetta verður mjög spennandi, en það er margt í fréttum. Við erum meðal annars hér á forsíðu blaðsins með stórkostlega skemmtilega mynd eftir að Ísland tryggði sér sigur gegn Ítölum í körfubolta 81-74. Einhver fræknasti sigur sem Ísland hefur unnið í þessari íþrótt fyrr og síðar. Við óskum strákunum okkar til hamingju með það. En það eru fleiri fréttir auðvitað, við erum að fylgjast með gosinu á Reykjanesi, þar sem orkuverið í Svartsengi og Bláa lónið eru í hættu, sem betur fer hafa verkfræðingar og aðrir snillingar á gröfum, vörubílum og öðru slíku komið í veg fyrir stórtjón. Við vonum að staðan haldist óbreytt hvað þetta varðar þar til það slaknar í þessu hræðilega gosi. En hér í Mogganum í morgun erum við líka með mjög skemmtilega úttekt frá Andrisi Magnúsinni kollega mínum, þar sem hann er að skoða eða fara nánar ofan í sauman á því hvernig flokkarnir munu raðast niður á þinginu. Það er að segja hvaða 63 einstaklingar eru líklegastir til þess að ná sæti og setja okkur lögin næstu 4 árin. Ég hvet kjósendur eindregið til þess að rýna þessar tölur, þessar upplýsingar, nöfnin sem að hér komu upp. Þetta er með því besta sem að við finnum í fjölmiðlum í dag þessar ágætu kosningar. Það eru kappræður síðan hér á fimmtudaginn á mbl.is klukkan 2. Við munum taka 2 hólf, 5 og 5 leiðtoga og við Andrés Magnússon munum stýra því saman. Og svo minni ég ykkur á það líka að Spursmál verða með kosningauppgjör á Reykjavík Hilton Nordica á sunnudagskvöldi næsta, 1. desember. Það er fullveldisdagurinn sem að reyndar vill svo skemmtilega til að líka afmælisdagur Spursmála. Við verðum eins árs þann ágæta dag. Þið getið tryggt ykkur mið á þennan skemmtilega, forvitnilega viðburð á tix.is og verðið snögg, það eru ekki endalaust margir miðar í boði. Fallegur fatnaður fyrir börn á öllum aldri. Englabörn Kringlunni og englabörn.is. Eitt er víst. Við látum verkið vinna. Fæði, klæði, húsnæði, heilbrigðisþjónusta, menntun. Fyrir fólkið fyrst. Svo allt hitt. Hjá Kólumbusævintýraferðum leggjum við áherslu á góða fararstjórn og skemmtilega upplifun. Umfram allt viljum við uppfylla væntingar okkar ferðalanga þannig að þeir njóti ferðana með eftirminnilegum hætti. Við förum víða. Kólumbus ævintýraferðir. Við köllum eftir ábyrgum ríkisfjármálum fyrir íslensk fyrirtæki og heimili. Beinum athyglina að því sem skiptir máli. Höldum okkur við aðalatriðin. Samtök atvinnulífsins. Ég kom út gluggann inn í nóttina. Það sem jólin bíða þín. Húsasmiðjan og Blómavall. Jæja, þá eru það 4 sólarhringar, rétt tæpir, þar til að kjörstaðir opna á laugardaginn. Við vitum þetta ekki með veðrið, hvað áhrif það mun hafa. Þetta verður mjög spennandi helgi. En flokkarnir, þeir berast nú á banaspjótum við að ná í síðustu atkvæðin. Þeir gera það með margvíslegum hætti, auðvitað fundahöldum ýmiss konar, viðtölum í fjölmiðlum eins og hér. En svo eru þeir að auglýsa út kvippin og kvappin og reyndar allstaðar. Og ég hef fengið hingað til mín 3 góða gesti og við ætlum að fara á næstu mínútunum yfir það hvernig þessir flokkar er að kljást við þetta viðfangsefni. Þannig að það eru þau Bergur Ebbi sem er, hann er rithöfundur og fyrirlesari en hann er líka að einhverju leyti úr framtíðinni. Er það ekki rétt hjá mér? Jú. Já. Ég veit úrslitin. Það farið það hér á eftir. Auður Alfreðsdóttir frá Strik Studio sem hefur reyndar starfað meðal annars hér á Mogganum í fyrirtíð. Og svo er það Andreas Aðalsteinsson frá Sahara, ekki eyðimörkinni heldur. Já, þetta er stafræn auglýsingastofa, get ég kallað hana það? Já, passar. Er það ekki? Jú. Þakka ykkur öllum fyrir komuna. Ég er ekki að kveðja ykkur, við erum rétt að byrja. Eigum við að vera með þessa hatta hérna í... Helst ekki, sko. Ég var að sleppa því. Svo fólk takja okkur meira alvarlega. Ég ætla að minn B5 tími sé búinn. Ég held að flokkarnir telji sig eiga okkur eftir þetta. Förum kannski yfir baráttuna, hún er búin að standa skammt yfir. Getið þið lýst í nokkrum orðum hvað hefur einkennt hana, svona út frá þessu markaðssjónarhorni?
Sko það sem ég finnst að hafa einkennt þessa barátturendar mikið bara alvöru pólitík við að fjalla hérna raunveruleg hagsmunamál og mér finnst svona smá eins og þessi markas hluti af þessu sem að gegnur oft miklu hlutverki í kosningar og yfirleitt á vorin og það svona trommað upp í svona mikla stemningu og þetta hefur aðdraganda. Mér finnst svona smá eins og það hafi séð svona einhver aukalegir sem hefur verið settur á og hafi tekið svona smá tíma fyrir flokkana að fara í gang með það. En þegar að núna þetta allt farið í gang þá sér maður að kannski svona flokkar meðal eins og flokkur fólksins virðist svona einhvern veginn hafa náð sínum skilaboðum fyrir eitthvað hratt og vel í gegn ná þessum hraða sem í nútímanum hreinn skurður. Já, það er náttúrulega fleiri miðlar og það er meiri hraði á miðlum eins og TikTok og fleira og á meðan kannski stóru flokkarnir með meiri infrastruktúr sem að kannski græða meira á því að vera með þessar stóru baráttur, stóru ímyndarherferðir og hérna karpetbomba öllu auglýsingaskilti og strætóskýli og allt. Þau kannski, eru allavega hingað til svolítið búin að vera að tapa á hversu brátt þetta bara að. En eru kannski svolítið komin í gang núna, en núna náttúrulega bara örstutt í kosningar. Örfáa dagar. Auður, hvernig horfir þetta við þér? Fyrstulega þetta bara ótrúlega skemmtilegt fyrir okkur sem fylgjumst með þessu, bæði fjölmiðla umfjöllunin og auglýsingarnar. Það er líka bara gaman að bera þetta saman við síðustu kosningar, það sem var svona öðruvísi, hvað segir maður, andi í samfélaginu. Það er að tala um þingkosningar. Já, þingkosningar, já. Í COVID. Já, þessar COVID-kosningar hérna. En þetta er bara, það er svo magnað með auglýsingar, maður veit ekkert nákvæmlega hvaða áhrif þetta hefur, á hvern og einn einstakling. En það sem er rosa mikilvægt í þessu er bara að þú sért með eitthvað að segja, hver skilaboðin eru. Það er bara ótrúlega það er svona mikill munur á því hvað fólk er að segja, hvort það sé að fara rosalega dítelað í hvað ætlar að gera á einhverju strætóskýli eða hvort það sé bara með svona stóru myndina. Þannig að það er búið að vera mjög gaman og ég er spennt að sjá líka hvaða útspil koma núna svona í lokvikunar, hvort það kom með ég held að það var Bjarni núna, ég held að vera daginn fyrir kosningarnar síðast, þá kom hann sér fyrir í einhverju svona settlegri stofu og það var sett í loftið bara 2 dögum áður. Tala til þjóðarinnar, svona rosalega föðulegur og ég held að hann alls ekki verið heima á sér, Borgaralegu öflin fyrir að koma sér fyrir í einhverjum ég held að hann hafi verið ekstra í Vesturbænum, þetta var ekki í Garðabænum, til þess að tengja, þannig að ég er mjög spennt að sjá hvað gerist næst. En Andrés, hvernig horfir þetta við þér? Mér finnst tímaramminn sem flokkarnir hafa haft verið svolítið sérsniðin kannski að þessu stafræna umhverfi af þessu leyti, þú hefur kannski ekki haft jafn mikið tíma í þessar stóru ímyndarauglýsingar eins og Bergur kom inn á en þegar hefur líka verið komið inn seint núna, bara í raun svona 10-12 dögum fyrir kosningar. Já, svona fullu afli, ekki fyrir. Já, og maður vil sé svona, það hefur orðið svolítið svona rísandi í þessu núna bara frá svona 17-18. nóvember cirka, það sem virkilega verið kveikt á öllum pípum en þetta er kannski svona líka bara eins og segir, stóru flokkarnir svona sem halda í gömlu gildin hafa kannski fara bara í gamla farið, í staðan fyrir kannski að taka við þessum nýja stafræna umhverfi. En svo finnst mér þetta líka vera svona að vissu leyti núna að baráttan hafa smitað svolítið af bandarísku forsetakosningunum að vissu leyti. Það sem við séum svona mikið verið að skjóta á hina aðilana, sem mér ekki finnst verið jafn áberandi áður. Þannig að hvort það sé bara eitthvað sem við getum séð fram á í framtíðinni ekki, en svona vera að grípa meira í, Bjarni að taka backpressu, gagnvart Kristrúnu og fleira, Og Hamarinn. Og Hamarinn náttúrulega. Ég var aðeins velt fyrir mér, hvernig þessi barátta byrjaði. Bara þetta einhver liti brátt að þessi að Bjarni sprengi stjórnina þarna á sunnudegi og einhverju töldu nú að þetta væri viðbúið, en það var allavega ekki ljóst, ekki einu sinni þá hvort að kosningarnar eru 23. nóvember eða 30. nóvember. Og maður var lengi að bíða eftir því að þetta fari í gang, en það var þó eitt flokkur sem að, ég lefur að segja, hafi þjófstartað og ekki þá á samfélagsmiðlum heldur með, það er að segja svona fullburða sjónvarpsauglýsingu. Traktorinn. Mikið tungi, það er traktorinn. Ef ekki að spila hann hérna og reyna að greina aðeins hvernig Framsóknarflokkurinn fór inn í þessa baráttu. Ég kíkti bara, hann er 19. október, kemur hann í loftið. Við ætlum að fara hérna í gegnum í raun nokkrar klippur af þessu tagi og þar á meðal er traktorinn. Við tökum stjórn á landamærunum og stöndum vörð íslensku þjóðina. Við erum ein fjölskylda sem stendur saman þegar gefur á bátinn. Framtíð Íslands ræðst 30. nóvember. Í baráttunni fram að kjördegi munum við sýna hvað í okkur býr
og berjast fyrir öflugu og góðu íslensku samfélagi. Nú ræsum við vélarnar. Getur líka ríkt fólk verið sósíalistar? Heldur betur. Allir sem að vilja gera samfélagið betra og allir sem vilja laga það og vilja ekki að sé óréttlæti geta orðið sósíalistar. Því að okkur finnst að samfélagið eigi að vera fyrir alla. Ég sammála. Já, ég ætla að gera grasker. Ég ætla að gera það eins hræðilegt og ég get. Það var nú svona smá ævintýri að fá sér gróðurhús. Ég hefði svo sem enga sérstaka reynslu af því og menna þetta verður ekki mikið verra en þetta. Þú myndir ekkert segja eitthvað, þú veist, að ég sé einhver aukaleikari bara, ég meina, þú veist... Aukaleikari? Já, nei, ég meina, þú veist, ég hef alveg reynslu, skilu, ég er fyrrverandi borgarstjóri og svona, sko. Við látum verkin vinna. Við sýnum gjörmung og dug og hvað við raunverulega viljum gera fyrir samfélagið heild sinni. Fæði, klæði, húsnæði, heilbrigðisþjónusta, menntun. Valið er þitt og valdið er þitt. Þú ræður. Ef þú vilt breytingar, þá þarfst að hafa kjark til að breyta. Það er lýðræði. Fyrir okkur sem erum vinstramegin í íslensku stjórnmálum að þá er það algjörlega á hreinu að félagslegt réttlæti og jöfnuður, kvenfrelsi, áhersla á umhverfis- og loftslagsmál og frið í heiminum er það sem að skiptir mestu máli akkurat núna. Enn ein ríkisstjórnin sprungin, enn eitt klúðrið. Það ætti ekki að vera svona erfitt að stjórna landinu, að ákveða hvernig samfélagi við viljum búa í. Ég meina, við viljum alltaf hafa það bara frekar næs. Er ekki komið tími til að prófa eitthvað öðruvísi? Við erum búin að teikna upp plan og við erum með nýjan verkstjóra. Komið með okkur, við vinnum þetta saman. Við ætlum að laga Ísland. Já, þetta er góð samantekt. Þarna var traktorinn sem ég nefndi. Það er fyrsta auglýsingin sem að datt í loftið. Hvað gerði þetta var? Af þessum traktor, ekki hugmynd. Þetta er sögulegur traktor. Já, er það? Já, ég fekk ábendingu það. Hver er sagan? Hann er einhver SIS-vert traktor, eitthvað. Okay. Ég setti mig Það hlaut að vera. Já. Nú setjum við þetta í samhengi. Já, en það er náttúrulega risa klúður þarna. Að hann fer ekkert í jakkafutum og barborjakka á traktor, sko. Nei, en eru menn líka að klappa traktorum? Er það ekki hálf svona, það skapar einhver óþægindatilfinningu? Já. Ég veit bara það var verið að tala um traktor, sko. Hann var kynntur fyrir mig eins og auglýsingi með Sigurður Inga og Massey Ferguson. Og ég kannaði það nánar. Þetta er ekki Massey. Þetta er International Harvester. Okay. En þið voru báðir fluttir inn á sambandinu. Það er náttúrulega ekki traktor með þetta sé Massey Ferguson. Já, þannig að þetta er úr réttri átt. Já, ég held samt að International Harvester sé svona eins og Massey fyrir lengra kona. Já. Ég held að þetta sé einhver smá pæling, sko. Og það hann hafi verið mikil notkun fyrir SÍS og einhverjar afurðastöðvar á þeim vegum. Já, ég fekk senda auglýsingu, sko. Þetta hefði verið sérstaklega góðu verði á sínum tíma. Annað sem að mér var bent á sem að skýrir auðvitað, þetta er tekið upp í ljósaskiptunum mjög snemma að morgni og það var maður sem hefur mikla reynslu af kæfisefni sem var bent á það að það var svona far eftir svona svefngrímu á Sigurði, þannig að þetta er tekið upp mjög snemma morgunskreil. Hann er verið að lesa mjög djúpt. Er Framsóknarflokkurinn að ná andanum? Það er stóra spurning. Sko, ég ætla að vanda mig núna en ég var rosalega glöð þegar hann fer bara í traktorinn og keyrir og segir þetta því að hann segir hann að setjum vélnar í ganga eitthvað þannig. Því þetta var smá eins og hann var að kveðja. Þetta er svona pínu keyra bara út í sólarlæs. Já. Eða hvað, sko, kveðja hundinn og svo fer hann, ég veit það ekki. Ég hef nokkur orðum þessa auglýsingu, sko. Það er tölulegur húmor í þessari auglýsingu. Það er verið að nota þarna úr 7. symfóníu Beethovens, þarna eitt aðalstefið og það er mjög dramatískt og vísun í kvikmyndina King's Speech, mjög líklega, svona mikilvægast að ræða þarna Georg VII sem hann á að flytja og hann er eitthvað mjög mikilvægt, Sigurður Ingi þarf að ávarpa þjóðina. En sko, mér finnst kannski húmórinn ekki vera nógu mikið til þess að þetta sé hilarious. Þú veist, þetta er svona... Ekki nógu absúrt. Já. Með trúa því að fara á barborjakkanum á traktornum á mótnum. Já, þetta er einhvern veginn svona, sko, þetta er í grunninn mikil húmór og líka það, þú veist, að það sé eitthvað,
verið að fara til einhverju nýrra verka með því að ræsa sko 60 ára gamlan traktor og keyra hann einhvers staðar út í sveit sko. Það náttúrulega verið að fara bara inn í fortíðina. Framsóknarflokkurinn 108 ára sko. Já, og auðvitað eru það styrkleikar, ég áttum á því og rosalega mikil rómantík og kannski kemst það alveg til skila í auglýsingunni og Sigurður Ingi með svona mikið persónufylgi og sjálfmennandi þarna með öll sín grímu för eða hvernig sem að fólk getur lesaði það, þá finnst mér hann bara mjög flottur þarna. Hins vegar ég svona, það verið að setja svona húmor-auglýsingu í gang en samt einhvern veginn ekki alveg, svo þessi kosningabarátta einhvern veginn ekki öll að keyrast þannig. Já, hún ekki komin í gang þegar þessi auglýsing fyrir loftið. Einhver spurði bara, var þetta tilbúið fyrir, voru þið búin að framleiða þetta? Við sem höfum framleitt svona stórar auglýsingar, sko, þetta mikið afrek, því að ég kíkti, hún 19. október fyrir hún inn á YouTube. Þetta hvað 13. sem að Bjarni slekkur á ljósinu, eða hvað sem við kallar það. Þetta rosa framleiðsla. Myndi ég halda það ekki. Þetta ekkert kviss búm sko, kveikja svona bara hugmyndavinna. Þetta samsælskenningum að Framsóknarflokkurinn hafi vitað þetta fyrirfram? Já, þau eru með framtíðarfræðing kannski framtíðar. En þarna eru sko, svo hefur Framsóknarflokkurinn bara mikið verið með mjög einfaldar grafískar auglýsingar. Kannski ekkert rosalega veglegar. Eittu púðrinu bara í traktorinn og... Já, og skilaboðin svolítið svona... En þeir hafa komist upp með það að síðasta kosningabarátta hefði vannst á í hreint ótrúlegu slógani. Maður hefði aldrei, ef maður hefði sittið fund og verið undirbúið kosningabaráttu, menn hefði sagt, ég ekki bara best að kjósa Framsókn. En hefði þið ekki slegið út á borðinu alveg leið? En ég spá, hvort þið séu að ganga of langt núna, því að þau eru að tala mikið um sókn á miðjunni og svoleiðis. Og eru með þess að sína sko mynd af knattspyrnuvelli og sína miðjurhringinn á knattspyrnuvellinum. Gott að vera á miðjunni. Og ég held að taka líkingar úr knattspyrnu án þess að minnast á mark. Eins og það sé bara gott að vera á miðjunni, þú ert að tala um fótbolta, þá séu þau svona aðeins og langt í þessum miðjumælingum. Það gerist ekkert á miðjunni í fótbolta? Nei, menn það auðvitað miðjan mikilvægt, það vita allir svona sem eitthvað djúpir örugglega í knattspyrnufræðunum, en það ótrúlega svona, já, það mjög skrítin skilaboð. Framsóknarflokkurinn vill í raun bara skila jafntefli, hann vill ekki vinna leik. Já, það svona það síðasta sem maður vill heyra kannski þegar kemur að. Þeir eru þá bara sáttir að vera næstur í miðjunni í könnunum. Já, þeir væru mjög ánægðir með það, eða þeir væru það. Það eins og sko, mjög neðarlega núna. Ekki maður vill fara kannski of mikið í svona greiningur á pólitíkinni í þessu, en það eins og þau hafi veðjað á það að þetta yrði rosa mikið svona öfga stjórnmála kosningabarátta. Að þeir mjög mikið tekist á útlendingamálin sem virðist hafa dofnað bara töluvert og það hafi bara ekki veðjað alveg rétt. Þó að það sé eitthvað eftir, þá finnst mér eins og þessi barátta sé ekki það mikið í öfgum, þannig að þessi miðja sé jafn komforting kannski eins og þau. Það sé ekki eins mikið þörf fyrir þann valkost kannski. Mögulega, já. En það er önnur auglýsing þarna sem að vakti sérstaka eftirtekt mína og reyndar fleiri auglýsingur. Það er frá Flokki fólksins. Þessi dramatíska auglýsing sem tekin upp úr bara Gettisborgar ávarpi Ingu Sæland. Svo hafa líka verið með aðra auglýsingu þar sem að hún byrjar fyrir framan Borgarspítalann, lýsir því að það sé í raun allt í klessu en hún muni laga þetta. Hefur hún ekki dálítið stolið senunni síðustu vikurnar? Jú, ég myndi segja það. Ég er saman á því. Mér finnst hún frábær sko fyrir sinn tilgang sko, fyrir sinn hóp. Mér finnst hún alveg verið að slá í gegn og þetta slagur þarna, það er komið að þér, er ótrúlega gott. Já. Fyrir það fólk sem er að hugsa um að velja sér flokk og finnst að hafa verið, hvað segir maður, hlunnfarið eða að þeim vant einhvað. Þá og svo segja þau í lokinn, það er komið að þér. Nokkur, það er ótrúlega vel gert. Sem náðu líka samin sko að því að stóra auglýsingi þeirra, einmitt þessi sem byrjar fyrir framan Fossvogsspítala, það er svo góð blanda af svona stóru dýru auglýsingunni og svo ódýrari TikTok-stæl. Mér finnst líka Inga hún er svolítið mannleg bara í því hvernig hún kemur fram og sem er kannski ekki að segja hinum sé það ekki, en það er svona öðruvísi ímynd sem hún hefur af Ingu og líka að fólk geti svolítið spegla sig í auglýsingunni, að bara samborið við Sigurður Inga á traktornum sko, að þetta er ekki eitthvað sem þú gerir dagstælega að fara upp í traktorinn og inni í lokum þá eru að horfa til þess að auglýsingasálfræðin er þannig að þú vilt fá spegla því í fólkinu sem þú vilt sjá auglýsingunum. Inga er mjög markaðslega meðvituð. Ég tók eftir því þegar hún kom hér í leiðtogaviðtali hjá mér og hún var að lýsa yfir og hún ætlaði að fella niður persónuafsláttinn af fólki á ofurlaunum sem er fólk með yfir 1200.000 á mánuði og ég segi, ætlar í alvörun að taka þessi skattalegu fríðindi af þessu fólki og þá sagði hún bara hreint út, já þetta er ekki minn markhópur. Hún er bara alveg til í að hækka skattan á fólk sem er hvort er ekki að fara að kjósa hana. Hún er ekkert að fara að reyna að vera allra. Fengu þarna 1 stig hjá ungum umhverfisinum og þeim bara alveg sama, held ég sko.
og það bara vel spilað, held ég. En svo eru aðrar auglýsingar þetta í sjónvarpinu, svo við förum aðeins yfir sjónvarpsvið. Ég nefni Vinstri græna og lýðræðisflokkinn. Þar virðist fólk ekki alveg búið að hugsa þetta til enda. Það einhvern veginn svo að menn klæsi bara myndavél inn í eitthvað rými og reyna að fara með falleg orð. Það er lítið broddur í þessu. Sko, VG náttúrulega reyna að keyra á einhverja sérstöðu, umhverfisvernd, kvenfrelsi, jafnrétti, allt þetta. En þú getur gert það öðruvísi en að vera með leiðilegar, óáhugaverðar auglýsingar. Já, kannski ekki leiðilegar, en vertu vinstra megin, mér finnst það allt í lagi, sko. Er þetta ekki dæmi það svona, núna er svo létt að vera greinandi að því að vinstri grænir eru svo lágt fylgi og þá virka þessar auglýsingar náttúrulega mjög svona með hólan hljóm. Nefn að þau væri í einhverju blúsandi sók, þá myndum við hugsa, þetta er rosa flott hjá þeim, þarna kemur skilabóðin fram. Spila þetta bara niður einhvern veginn eins og við gera þetta. En hins vegar sko, að því það er einmitt í stóra ímyndarauglýsingir hjá VG, það er svolítið í þetta lagt, það er lag með spilverki þjóðana, spilað og græna byltingir, maður sér fyrir sér í einhverju kosningabaráttu, einmitt að vori, það sem að VG væri búið að vera í stjórnarandstöðu í langan tíma, væri komin einhver stemning fyrir að taka grænumálinn aftur inn, þá væri þetta urunni bara briljant auglýsing, sko við. En forsendurnar eru... Hún passar ekki inn í, ég meina, eins og umhverfismál hafa bara lent í allra neðstu sætum þegar kemur að hvað er verið að fjalla fyrir þessar kosningar og margt varðandi jafnréttismálin líka og þess vegna er mjög erfitt að rífa það í gang með auglýsingum af því það er næst ekki þessi málefna vinna í gang í almennum umræðum. Það er meiri hugsun á bakvið eins og þessar stóru auglýsingu Samfylkingarinnar, þess að þau smíða landakort úr ólíkum viðartegundum og að fræsa þarna á einhverjum hefilbekkjum og öðru. Hvernig kemur þetta út? Þetta er að sýna frambjóðendur sem að Samfylkingin er að keyra mjög mikið á, fræga frambjóðendur eins og mikið búið að benda á og það er verið vantarlega að sýna svolítið sögninir, þau geta unnið saman og þau láta verkin tala og komið nýjan verkstjóra þannig og láta sko fyrri verkstjóran kynna hann inn. Já, ég láti ganga plankan. Já. Það er mikil hugsun í þessu sko. Já, þetta er skemmtileg nálgun, þú veist, sambor við, þú veist, eins og segir, láta verkin tala, þú veist, að þarna ertu að sjá, þú veist, Kristrúnu svolítið ganga í verkið, þú veist, og gera þetta sjálf, samanborið við einhverja glansmynd af forystufólkinu, þú veist, að segjast ætla að gera eitthvað en er síðan kannski svolítið bara gengur ekki verkið sjálft endilega í auglýsingunni sjálfri. Þannig að mér finnst það skemmtileg nálgun. Hvort að iðnaðarmenn sko, þetta er náið... Fyrirgefi. Já, bæði að víðir er að koma fram sem smiðurinn sem hann er sko. Já, en hún er þarna á, hún er með eitthvað sporját þarna að fræsa eða hvað þetta er kallað. Er það ekki bara svipað og að hoppa upp á traktor í barbúrjakka snemma á morgni? Þetta er ekki náttúrulega aðstæða, það veit allir að hún hefur aldrei gert þetta áður. Algjörlega. En þetta er kannski líka bara dæmi það sem við sjáum að það sem virkar í, eins og stendur inn á RÚV, er ekki endilega sem virkar inn í stafræna miðla eða hvernig sem það er og það þarf að huga því að þegar maður horfir á efnisgerð bæði flokkana og bara almennt séð að það sem virkar fyrir sjónvarpið virkar ekki endilega fyrir Facebook eða virkar fyrir YouTube eða þá hvað þá fyrir TikTok. Þetta eru allt mismunandi markupar og mismunandi efnisgerð. Við ætlum að skoða eins einmitt ólíkar myndir þessara auglýsingaættina. Það er enn önnur auglýsing sem að mér langar til að færa sig í tal. Það er kaffiboð hjá Miðflokknum, þar sem allir eru brosandi saman. Það er engin klausturstemmning í þessu. Þetta er bara familjan og fólk af öllum aldri og öllum kynjum og hvaðina. Upplifir fólk þetta líka sem snið og uppstillingu, bara eins og síðustu kvöldmáltíðina hjá frægum málara eða er ekki einhver tilgerð í þessu sem að fólk tengir ekki við? Já, sko ég... Bergþór Ólason ekki... Þetta eru menn sem þeir eru aldrei snert dúk, sko, þessir menn. Ég trúi því ekki. Nei, mér finnst þetta ekki trúanlegt, sko, en ég er ekki markhópur Miðflokksins. Myndi ég halda. En halda þetta gangi þá í þann hóp? Já, ég held að þetta gæti virkað í einhvern ákveðin hóp, sko, en ég held að þú sækir nú kannski ekki nýja kjósendur þarna, held ég, sko, en ég veit það ekki, en það hlýtur að vera markmið flokkar það ekki bæði að festa fylgi í sessi, festa menn og líka að sækja á nýmið. Og sem veit ekki, Svo þarf þetta ekki að vera rosa djúpt eða mikil tákfræði, það þarf bara að sýna frambjóðendur og þau treysta sér til að sýna sína frambjóðendur og sem ég held að sé nú yfirleitt styrkur, að bara geta sýnt þá en ekki vera bara í grafískum auglýsingum og... Er einhverju sem ekki þóla því? Já, er það ekki svolítið raunin? Sko, þóraði, þú veist, allavega... Kjósa að gera það minna. Já, kjósa að gera það minna. Sjálfstæðisflokkurinn er meira í svona grafískum auglýsingum, er það ekki rétt metið hjá mér, heldur en það hafa verið áður. Þegar ég segi grafískur auglýsingar er að tala bara svona
infografík gert svona. Þau eru með örina vextir niður, sem við minnum svolítið á Bíkó. Sem ódýrar í framleiðslu og svoleiðis, þannig að maður líka sko að vera. En það ekki efnislegra líka, ef við erum að tala um það hvort að kosningar eru að snúast málefni, ef þú ert að keyra á andlitum eða frægu fólki, þá er það ekki þessi efnislegra. Og þau hafa alltaf verið svolítið góðið að nota gögn, samstarfsflokkurinn. Þau sýna tölur, ég sá bara eitthvað í símanum minna áðan, þar sem þau eru að bera eitthvað saman, það er rosa gott, held ég sko. Borgarlegt fólk vill tölur. En svo gerðu þau samt ímyndarauglýsingu sem var rosa falleg, ótrúlega svona áferðarfalleg auglýsing, en það er engin frambjóðandi í henni. En ég veit alveg rétt, það er alls ekki dygðugra eða neitt svoleiðis að sýna fólk, finnst það svona, getur maður ímyndað sér að sé almennt árangursríkt. Og ég held að þetta með miðflokki sé bara, þú þarf bara að finna eitthvað vettfang. Ég held að þetta sé ekkert svaka djúpt og samfélkingi líka bara, smíðastofa, það er svona huggulegt eitthvað nostalgía, allir voru í smíðakennslu einhvern tímann að smíða eitthvað saman. Og miðflokkurinn, þetta er bara svipað, pönnukökur, þjóðlegt, íslenski fáninn á borð, förum í eitthvað hús í Fossvoginum og Þeir þurfa líka að sýna kannski fleira fólk því að þeir hafa verið að keyra á 2 mönnum núna heilt kjörtímabil með reynd ótrúlegum árangri en núna þurfa þeir einhvern veginn að sýna fram á það að það séu fleira á sviðinu. En er það ekki líka bara að þau eru að leggja á borð íslensk gildi sko? Þau eru að leggja á borð pönnukökurnar með fánanum og þessa rosalega brauðtörtu þarna. Ekki alveg hvaðan hún En er það ekki líka bara þannig að í augum neytandans fyrir framsóknarfólk er framsóknarauglýsingin frábær, fyrir miðflokkinn er þetta frábært og það er kannski ekki, það er auðvelt fyrir okkur að sitja í þessum stól og gagnrýna en í rauninni ef þú trúir á gildin sem viðeigandi stjórnmálaflokkar eru að koma með, þá höfðar þetta til þín. En ég held að framsóknarauglýsingin hafði potential í að slá alveg í gegn, að það er verið að sítira þarna King's Speech og svona verið að keyra þetta eiginlega svolítið langt, að það þekkja allir mýtuna sveitamannin og gamla International Harvester traktorinn og þetta er mynd sem við þekkjum öll. En ég veit ekki alveg hvort það hafi bara verið... Koma nú snemma. Já, eða eitthvað sko. Snemma eða eins og þú segir að þeir hefur bara þurft að taka þetta allalega, vera með þetta... Bara strá í munninum og Sigur Inga, eitthvað svona meira og bara sísmerkið og... Já. Við erum Ice Guys, þið veitum náttúrulega ekkert hverju við erum. Það er ekkert víst að við séum að fara í fangelsi. Guten Morgen, liebe Leute. Hvað gerður við fokkin peningin okkar á? Ice Guys 2. Horfðu núna. Stundum þarf bara að bretta upp ermarnar og gangi verkin. Ísland er frábært land, en það er bara ekki alveg að virka núna. Við þurfum að vinna þetta saman. Negla niður verðbólguna, slípa kerfið til, laga heilbrigðiskerfið. Við þurfum að passa upp á það sem við eigum hérna saman. Við þurfum að passa upp á landið allt. Við vinnum þetta saman. Við ætlum að laga Ísland. Tölum meiri árangur fyrir okkur öll. Klárum baráttuna við vextina, finnum ný tækifæri til að vaxa og trúum á kraftinn í sjálfum okkur. Svo við getum haldið áfram að byggja upp öflugt og örugt samfélag. Sjálfstæðisflokkurinn. Lexus RX. Komdu og reynslögtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Heyrðu, ég ætla að skella hérna einni samfélagsmiðlaauglýsingu talandi ásýnd og sýnileika frambjóðenda. Ég hef gengið í gegnum stormasama tíma. Tekið mínar ákvarðanir, bæði í hæðum og lægðum. En það eru þessar áskoranir sem hafa mótað mig og gert mig að þeim leiðtoga sem ég er í dag. Nú stend ég hér styrkum fótum og staðfastur. Það sem þið sjáið er maður sem trúir á kraftinn og duginn í íslenskri þjóð. Og bjarta framtíð okkar allra. Með ykkar stuðningi mun ég áfram standa vaktina og tryggja meiri árangur. Fyrir okkur öll. Þvílíkur liðleiki. Já. Hvað er þetta að segja? Hvað menn að fara í þessu? Sko, upprunalega auglýsingin er náttúrulega frábær, náttúrulega með hana Jean-Claude Van Damme og en ég er persónulega ekki hrifinn af notkun svona gervigreindar í auglýsingagerð.
Þetta var þetta Kári Stefánsson sem ég held að við lesið inn auglýsinguna. Já, þetta er alltaf ekki mjög grunn. En að mínu mati finnst mér þrátt fyrir að gervigrindin sé að koma svona fram og auðvitað á að nota hana en það þarf að nota hana til stuðnings fólksins og fólki vinna bak við það og vinna mikið með hugmyndavinnu en það er alltaf svona hættulegt að fara í það. Það búið mikið umtala höfundarétt, bak við gervigreind og fleira og þannig að ég er ekki hrifinn að því og mér finnst að stofnanir eða flokkar eins og þarna ættu að nálgast meira innviði landsins og nýta það. Það er ekki verið að greiða Volvo og Jean-Claude Van Damme fyrir réttina á þessu. Það er stór spurning. Það er allur byggingarétturinn áreiðslega í það, bara þess einu auglýsingu. En þetta er auðvitað spurning svona absúrdisma, því þú varst að tala hversu langt þú gengur með sigurleika. Gengur þetta nóg langt eða er einhverju sem trúið að þetta sé Bjarni sjálfur? Nei, þetta gengur örugglega alveg nóg langt og mér finnst náttúrulega skemmtilegt við samfélagsmiðla, það er svona svolítið má allt og kannski svona mjög kreatífur staður og já, mér finnst þetta, ég skil mjög vel þessi varnaðar orð og sérstaklega svona réttindamál og fleira, maður vill ekki vera að krukka mikið í einhverjum hlutum og svona fikta ekki mikið í sannleikanum og gervigreind er svona svolítið í þessu uncanny valley eins og það er kallað, svona þetta er það raunverulegt en samt svo gerfilegt að það getur verið frárindandi en ég meina, mér finnst það skemmtilegt, mér finnst það sniðugt. Ég held að taka enginn á honum, þetta er mjög skemmtileg auglýsing og hún hefur klárlega vakið athygli en þetta er svona alltaf bara spurning fyrir hvað ætlar að standa. Og svo, já, ég mitt og líka liðleikinn, ég meina, þessu alveg upp Bjarna, Já, hann hefur sýnt Svandísi Svavarsdóttur þennan liðleika núna í 7 ár. En svo er líka áhugavert að Volvo skuli ná að tróða sér með óvæntum hætti inn í kosningabaráttuna alveg eins og í forsetakjörinu síðastliðið vor. Volvo virðist vera allavega svona bifreiðin sem hefur áhrif í Volvo sé að greiða þetta bara? Það er ekki útilokað. Hér er smá tölfræði líka sem er þetta ekki sótt hreinlega til ykkar? Prósent. Það prósent sem tók þetta saman. Það kemur manni dálítið óvart hvað TikTok er ennþá takmarkaður miðill. Þetta Facebook er allsráðandi hvað varðar tengingar við Íslendingar, 97%. Mjög hátt hlutfall á Instagram, 64% á YouTube, við nú kynst því hér í spursmálum að það var ákveðnir þættir sem við erum með, fengið gríðarlega útbreiðslu þar og óvænta. Konurnar eru miklu sterkar á TikTok. Hvað segir þetta okkur, Andrés, með tækifærin og sóknina? Sko að mínu mati finnst mér TikTok er komið til að vera og það er klárlega ekstra sem átt að vera en mér finnst samt sem áður varasamt hvernig er verið að fara inn í það, að árangur Höllu Tómasar er ekki endilega samansemmerki á milli þess að fyrir árangur annarra og þar sem þú ert til dæmis núna ertu að horfa á að kjósa flokk og teymi versus þú ert með einstakling, þannig að það getur verið auðveldara en mínu mati eru þessi miðlar ekki nógu vel nýttir og maður hefur bara séð það bara bæði núna og í fyrir kosningum en tækifærin þannig eru gífurleg og Þú ert að vísa í Höllu Tómasdóttur, henni tókst að ná til ungs fólks með óvæntum hætti, dálítið absúrt auglýsingum þar líka, ekki? Algjörlega, en hún svona kannski tók svolítið öðruvísi pól í hæðina, fór í meira svona húmórinn og draga upp athygli og á meðan flokkarnir hér eru svona meira að nýta TikTok til að koma ákveðnum stefnumálum á framfæri sem er kannski ekki endilega það sem TikTok er byggður fyrir og þetta kannski sýnir líka bara svona það sem að kalla svona checkbox markasetning, ef þú ætlar ekki að gera þetta í þágu neytendana eða notendana, þá er þetta kannski betra að fókusa á eitthvað annað, en í grunninn séð þegar þú ert með stjórnmálakosningar, alþingiskosningar, þá ertu náttúrulega að horfa til þess að ná til fólks á sem víðustum grundvelli og þar leiðandi ættir náttúrulega að vera þarna ásamt því að vera inn á hefðbundnum byrjum að sjálfsögðu. En kallar ekki með þessa lýsingu þína innreiðin á TikTok-markaðin og annað, kalla auglýsingar þá bara í meira mæli á það að menn séu með einhvern fíflagang og eitthvað sem er svo óvænt að það sjokkeri eða maður velti fyrir sér, maður hefur séð Brynja Níelsson rífa Vogue síðuna, þið sáu auðvitað miðflokkinn hefur innreið sín á TikTok með Ray-Ban sólgleraugun að lappin í þingið. Þetta er auðvitað í bestu merkingu orðsins fíflagang. Það er ekki mjög djúpt allavega. Nei, en sko, það er ég uppáldum eitthvað þegar þú getur notað TikTok til þess að koma einhverjum skilaboðum á framfæri. Bjarni kemur skilaboðum á framfæri þó hann sé hangi á tveimur vörubílum. En þetta þarf líka að vera eitthvað blandað, að vera human og vera væral og vera deilt líka.
TikTok hefur líka þróast mikið. Þegar þeir komu fyrst á framfæri, þá var það mikið bara dansar sem hefur svolítið svona hægt og rólega bara dottið út af þessu leyti. Það hefur orðið meiri fræðslumiðl til dæmis og tækifærin þar eru gífurleg. Það þurfi ekki allir að gera það sama. Ég meina, ég sitt heima á kvöldin heima á mér og ég sitt á TikTok og kona mín situr á TikTok hliðina á mér og við erum að sjá algjörlega mismunandi hluti. Sitt hvor heimur. Og því að algrímið á bakvið þetta, líklegast algrímið á bakvið TikTok svo sterkasti sem við höfum í dag en þetta í rauninni bara allt öðruvísi virkni. Hversu hættulegt það talandi framtíðina, Bergur, að við séum að hver og einn hafi skapað sína eigin veröld, maður velti fyrir sér orðum Ayn Rand sem sagði þegar þú deyrið þá líður ekki þú undir lok heldur heimurinn. Einmitt. Já, það bara mjög svona einstaklingsmiðuð veröld sem að vítt undir með tækninni og það hefur vissulega áhrif á lýðræðið og sérstaklega hvernig við undirbúum okkur fyrir kosningar. Það eflaust, sko, ef maður horfir á jákvæðarliðarnar, við erum að fleiri möguleikar á að koma skilaboðum á framfæri og þú getur jafnvel náð dýpra með skilaboðin inn til hvers og eins. En þessi almenna samstaða og tala stærri gildi og hagsmuni sem að varða fjöldan, það eitthvað sem að þessi fragmenteruðu nýjungar í rauninni takmarka og ég held að þetta sé bara svona breytt landslag. Þú veist, lýðræði hefur alltaf breyst. Ég meina, lýðræði breyttist þegar útvarp kom, það breyttist aftur þegar sjónvarp kom og við séum ekki alveg svona búin að sjá fyrir endan á hver nýja útgáfan. En nú eru erlendir aðilar sem að stýra þessum miðlum. TikTok lítur stjórn Kínverja. Það mikið rætt tilraunir, sérstaklega þessara innræðisríkja til þess að hafa áhrif á kosningar, mikið rætt Rússana og í tengslu við Bandaríkin. Ef að Kínverjar stýra þessum algoritmum og hvað hver sér, ekki stórhætt á því að þeir fara að reyna að krukka í því hver úrslit verða í ríkjum eins og á Íslandi? Stór spurning. Eru þau ekki farnir að gera það bara? Svaraðu. Já og nei, en ég meina, þú veist, í rauninni ástæðan fyrir að við getum til dæmis sjö gögn á bakvið hvernig eyðsla flokka pólitískar auglýsinga má rekja til forsetakosninganna í Bandaríkjunum 2016 upprunalega, þar sem í rauninni mikið til af erlendum aðilum koma inn í pólitísku auglýsingana sem var mikið nýtt. Það var lítið utanumhald utan það í kjölfar á þeim kosningum setja þessi miðlar á stað þessar svona það sem kallar disclaimera til þess að tryggja gegnsæi. Það kemur frumvarp á staði í Bandaríkjunum sem fer ekki gegn en samt sem áður fara miðlarnir eins og Meta, Google, TikTok, Snapchat og fleiri þar sem þú getur farið inn í bakendan séð hverjir eru ábyrgir fyrir auglýsingunum, hvað það eða mikið, hvað það að segja til þess að koma í veg fyrir þetta að einhver leyti. En svo kommenta á þetta, Stefán, sko, að þetta náttúrulega bara mjög þörf og góð umræða, en við skulum ekki gleyma að lýðræðið og friðurinn og þetta alltaf brothætt, þetta hefur alltaf verið brothætt. Við þetta alveg rétt, það er auðveldlega hægt að manipulera kosningar í litlum smáríki eins og Íslandi og það var það örugglega líka á tímum kalda stríðsins og ef að hagsmunirnir hefðu verið virkilega miklir þá hefði örugglega verið hægt að grípa inn í alls konar hlutir sem á átt sér stað hér. Já, Sovétríkin dældu fjármunum hér inn í... Við þekkjum þessa sögu og líka ýmis menningaraðstoð eða svona eitthvað sem einhver getur kallað áróður líka frá vesturveldunum en þetta eitthvað sem við höfum að vera meðvituð en við þurfum líka einhvern veginn að vera æðrulaus með. Þurfum einhvern veginn, en þetta við erum að koma svolítið seint inn í þetta í rauninni, að samfélagsmiðlar séu svona mjög ríkjandi í undanfara kosninga hér, þannig að maður er búinn að sjá rosalega hluti gerast í veröldinni og það, sko við sem allavega taka svo djúpt í árin að lýðræði hefur breyst, bara hugmyndir hvernig kosninga fara fram og hvernig umræða fer fram og maður sér það í því sem hefur kallað vaka lýðræðis í Ameríku að það bara eru leikreglunar öðruvísi núna og frá og með 2016 eru þær öðruvísi og það bara veruleiki sem að verður líka hér. Við getum ekki alltaf vita hver að færa okkur skilaboðin og hvort þau séu rétt eða hvaða hagsmunir liggja á bakvið og erfitt að rekja hver greiðir fyrir þær og svo framvegis og þurfum að vera svolítið meðvituð það. Allt breytingum háð, ég hefði nú ekki verið inn á TikTok fyrir að við setjum spursmál þar inn núna í aðdraganda þessara kosninga og okkar öflugustu menn fóru að setja saman myndbönd hér úr þáttunum
það kom mér gríðarlega óvart að sjá að eitt tiltekið myndband sena hér á milli mín og Lenju Rúnar í Pírötunum. Ég held að það séu komin 360.000 áhorf á það. Ég held að það væri ekki svona margir áhorfendur bara til í heiminum að svona efni. En þetta einhvern veginn getur farið á mikið flug og margar klippur sem hafa gert það. Annað sem við þekkjum úr pólitík fyrir tíma en hefur aðeins skotið kollum núna, mér langar til að varpa upp mynda því, það eru neikvæðar auglýsingar, þessu auglýsingar sem að beint gegn jafnvel tilteknum stjórnmálamönnum. Núna hefur Dagur B. Eggertsson orðið skotspónn tiltekinna manna þar sem að verða að herja á hann út af hans fortíð í borginni. Eldra dæmi eru þetta þegar að hópur manna snýrist gegn Ólafi Ragnari 1996 og hvatti fólk til að kjósa hann ekki. Þannig auglýsing frá þeim tíma og olli miklum usla, snýrist nú sennilega höndunum á þeim sem það ætlaði að gera. Síðar fór til dæmis Jóhannes í Bónus gegn Birni Bjarnasyni, vildi láta strika hann út og færa niður á lista. Hvað kennir reynslan okkur í þessu? Er þetta vopn sem snýst alltaf við höndunum á mönnum? Er þetta svo kallað búmerang? Sko, já, þetta er mjög amerískt finnst mér. Mér finnst þetta minna mér svolítið á svona orðræðina átn úti en ég veit, en er ekki alltaf betra að nafnið þitt sé í umræðinni, sko, frekar en ekki? Athygli góð athygli. Já, þetta er náttúrulega sérstakt, hann er náttúrulega ekki svona oddviti og að vera að hendi heilsiður. Í spursmálum segjum sko að neikvætt umtal sé betur en gott umtal. Það farið meiri dreifingu. Já. Svo mér finnst þetta svo fyndið sko, í Ameríku er þetta alveg standardinn, mjög algengt og virðist hafa verið í áratugi. Samt eru Ameríkanar almennt sko jákvæðir sko, peppa hluti, eru bara svona tala optimistist samfélagið. En svo þegar kemur á kosningum þá fara það mjög mikið svona í neikvætt í mannin og tala hluti út frá neikvæðan forsendum. Íslendingar eru kannski ekki alveg oft svona upplift djarfasta þjóðin en þegar kemur á sko kosningum þá má þetta ekki. Ég held að það sé svona, ef maður er að reyna að lesa í þjóðarsálina þá myndi ég halda að svarið við spurningunni sé að þetta virðist vera svolítið búmerang, getur orðið. Eða allavega, það er mjög erfitt að mæla áhrifin og í versta falli þá gerir þetta ekki neitt. Ég meina, þarna er til dæmis verið að sannfara, verið að höfða til fólk sem að líkar ekki við Dag B. Eggertsson. Formannur gerði það ekki heldur, ég meina hún gaf skotlefi fyrst, sagði bara aukaleikari, hann verður ekki ráðherra. Já, ég meina þetta er búið að vera... Er hún ekki búin að opna... Jú, þau hafa reynt að ná svona líka svona skemmtilegu spinni á það svona innan samfélkingarnar, það var svona spilað ágætlega úr hvernig það fór. En ég held að sko, þarna er náttúrulega fólki sem að verður bara braggamáli, já, bara aldrei... Þú veist, það var ekki að fara að kjósa. Það er aldrei að fara, já. Þetta er bara forherðir fólk fyrir eitthvað heldur hitt. En svo er líka náttúrulega regla í bara bæði auglýsingum og í PR og öllu þessu, þú veist, þú vilt, kannski vilt það, en þú ættir ekki að vera að segja frá andstæðingum þínum í þínu efni. Þetta er náttúrulega ekki flokkur sem er auglýsað þetta. Þetta er bara einstaklingur? Já, mjög mikla ástriðu. Já, hann var í samfélaginu. Og er? En ég bara segja, þú veist, þú ert að nota, ef þetta væri flokkur að segja, þá verður að nota þitt pláss til þess að tala um einhvern annan. Þú veist, þetta er þú átt ekki, þetta er ekki mjög sniðuð. Ekki nú að hafa vondan málstað að verja. Þú er bara að tala um silfrið hérna bara? Já, og í silfrið. Já, þú verður alltaf... Það hefur nú ekkert verið að frétta þar í mörg ár. En með samfélagsmiðlana, tökum við eftir einhverju svona neikvæðri umræðu í garðframbjóðanda þar, eða er það meira einstaklingar sem að pirra sig? Það er meira til einstaklingar, en það sem er kannski líka á bakvið samfélagsmiðlana alveg sem að horfum til TikTok eða Facebook eða Instagram, er að sko, svörunin á bakvið allar auglýsingar, miðlarnir gera ekki greinamyndum þess að milli jákvæðri og neikvæðri svörun. Þannig að neikvæð svörun getur orðið til þess að það ýtir undir frekari dreifingu á efni. Því algoritminn skoðar bara hversu margir sjá. Já, og mér finnst það gott dæmi eins og með graskersmyndbandi frá Bjarna. Þú veist, ef maður fer síðan aðeins, það er með fullt af áhorfi, en svo þegar maður fer aðeins undir og skoðar, þá er það nánast eingöngu neikvæðar athugasemdir við myndbandi. Þannig að það er alltaf varhugavert að horfa til þess þegar þú ert að setja út efni, hvað tilgangið það þjónar í rauninni. Þetta hvetja fólk til að setja ekki út efni? Nei, alls ekki, sko, en það er til dæmis eitthvað sem ég finnst vanda nánast hjá öllum stjórnmálaflokkum er að samfélagsmiðlar eru lifandi samtal við notendur. Þetta er ekki bara að kasta upp auglýsingu í sjónvarp eða billboard þar sem þú getur ekki haldið áfram. Fólk er að svara, það er að eiga í samskiptum. Það er þá, ætti að vera ábyrgð flokkana eða þeirra sem sjáum að halda samtalinu áfram. Þeir sem eru að koma með jákvætt input inn í auglýsinguna ættu að sjálfsögðu að fá staðfestingu á því
til þess að ýta undir jákvæða svörun frekari. Þið hefur líka, þið með tölur yfir það hversu miklu flokkarnir eyða og hvernig þeir eru að koma inn í baráttuna og samfélagsmiðlum. Það auðvelt að virðist vera að taka þetta saman átt að sjá því hverjir eru, láta mest í sín taka. Hvað sjáu þið út úr þessum tölum? Hverjir hafa, við erum með einhverja mynd hér sem að hægt að lesa í svona ef að menn rýna vel í það? Já, hérna erum við að horfa bara á þróun á fjármagn sem við sett í auglýsingunum síðan 7 daga niður á flokka og það til dæmis gott dæmi við sáum til dæmis Pírata koma að liggu við á einni nóttu á þessum tíma en það aðeins lengur aftur en á einni nóttu inn bara fara úr því að vera með engar auglýsingar í gangi í tæplega 120 og sjáum líka er að flokkur fólks eins og ég talaði í byrjun að þeir eru að rísa rosalega núna síðustu dagana. Og þetta daglegar fjárhæðir sem þeir eru að setja í þetta? Þetta er heild núna, síðustu 7 daga, það er sem brotið niður á daga. En við höfum séð til dæmis þetta rokka frá því að vera ákveðin flokkar að eyða engu, upp í aðra flokki er kannski að eyða hátt í 300.000 krónum á dag. Þannig að í þessari mynd þá er flokkur fólksins að eyða 2,5 meira heldur en til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn á samfélagsmiðlum. En Sjálfstæðisflokkurinn hefur þó verið að rísa mikið núna undanfarið. Sjálfstæðisflokkurinn? Já, undanfarið daga og það er svona eins og við tölum þeir eru lengi í gang sem er kannski vegna að það er búið að vera hanniha og búið til eitthvað strategíu á bak við tjöldin en eins og Bergur kom inn á áðan að það er kannski fegurinn á bak við samfélagsmiðla er að þetta er svolítið frjálslegt og þú átt alveg að geta leyft þér að setja inn efni sem er ekki endilega með þessari glansmynd sem kannski sjónvarpsauglýsingarnar eru. Hrárra. Svona aðeins hrárra, já, og þannig eiga að nýta samfélagsmiðla. Og það hefur endur orðið þróunin, sá maður sérstaklega í COVID á stóru stöðunum í Bandaríkjunum og meðan að CNN hefur verið að keyra á þessu stóru stúdíóum þar sem að fólk kemur og það er sminkað og allt er mjög áhættafallegt. Þá fór Fox frekar í að nota myndavélar úr fartölum og öðru slíku þar sem að fólk satt bara í stofunni heima eða hvað sem er. Það virðist hafa gengið í fólk. Þetta þarf ekki alltaf að vera yfirpródúserað, svona eins og hér hjá okkur. Já, það þarf að vera það hjá okkur. En á saman tíma er það, þetta vinnur allt vel saman og bara eins og þú kemur inn og eins og hjá ykkur. Ég meina, mér finnst stjórnmálaflokkarnir með að horfa meira til hvernig spursmál nálgast samfélagsmiðla. Með til dæmis stuttum klippum, stuttum hnittnum samskiptum, gott dæmi eins og nefndir á með Lenu sem í rauninni býr til athygli og býr til eftirspurn og umtalið sem heyrist í kringu sig er til dæmis að spursmál sé allstaðar. Við viljum að stjórnmálaflokkarnir hefðu öllum sínum málum eins og við myndum gera hér í spurning. Helst. Það myndi þeim vegna það var ráðist á okkur fyrir útsendingu þess að gera Gústi B. komin að taka upp efni á social media og þar var ég með miðflokkshúfu á og bara svo fólk fáið bara fullt samingi á því og þá það var svona leikþáttur. Þetta verður allt nota gegn þér síðan. Þú veist að alls konar samingi. Allt sem þú segir hér verður nota gegn þér. Áður nú veist að verður miðflokkurinn fyrir að nota því auglýsingar. Ég lettur nú í því með Flokk fólksins, Eyjólfur Ármannsson gaf mér fagurgula kuldahúfu sem ég sett upp og var tekin mynd af mér á bar á Ísafirði. Ég hef verið notaður óspart í auglýsingum. Það heitir að vera handlaður. Þetta er eins og handlað TLNT hjá Volvo umbúðinu. Þið bara getið skoðað í samfélagsmiðlum að Flokkur fólksins fóru rís í könnunum þegar þessar myndir tók að berast um allt. Nú eru, eins og ég segi, 4 sólarhringar til stefnu. Hvað hafa flokkarnir einhver tromp upp í hendinni markaðslega séð? Sjáum við það fyrir ykkur? Sko, það er náttúrulega kappræður á föstudaginn og RÚV. 50 hér hjá okkur. Já, en náttúrulega var það í fyrra að heiti fyrir sem að Inga grét í kappræðunum hjá okkur. Nei, það var í kosningunum 2017, minnum mig. Já, það var moment sem að, þú veist, verður eitthvað þannig moment, verður eitthvað svona mannlegt, þú veist, ekki breyst en svona, þú veist, það sem þú glansmyndin fer kannski en þú sýnir eitthvað svona heiðarleika, sko. En er þetta alveg þannig að þú stillis upp þannig, sko, já, nú ætlum við að ná góðum gráti og svo er bara tilbúið einhvern veginn að sponsora það á samfélagsmiðlum daginn. Það var alltaf mjög aðtækt ef það myndi kannski 3 stjórnmálaleiðtogar brest í gráti í sömu kappræðun. Allir að beita sömu taktíkinni. Það er allir með sama, sko, þeir að fá góð ráð hérna frá Auði og góð hérna. Ég rukka fyrir þetta. En mér finnst það samt, sko, það er hægt að gera ýmislegt og svona það er kannski, við erum að horfa kappræðinu núna á 15 og föstudaginn, þá er hérna þar sem við komum svolítið nær kannski frambjóðendunum og flokkunum til að fara yfir ákveðin stefnumál en hérna, mér langar að draga fram hérna Samfylkingin og Kristrún gerði það mjög vel hérna á sínu persónulega TikTok-akkaunti núna á dögunum þar sem í rauninni einhver er að kommenta með gagnrýni á í rauninni það sem Samfylkingin er að halda fram
en hún kemur fram og segir bara, nei, þetta bara bull, ég ætla bara að útskýra þetta fyrir þér. Og það sem hún kemur og gefur samfélaginu svolítið svona pedestól til þess að vera á framfæri og þetta eitthvað sem væri hægt að gera meira á hvort sem það sé í kringum Facebook, Instagram, TikTok til þess að neytendur fái svona aðeins meiri pláss í þessari baráttu. Mér langar að kommenta þess að þið vorst að spyrja á hann með að það fíblagangur á TikTok og ef maður skoðar einhverju einstök vídeo þá náttúrulega ná þau aldrei mjög mikil dýpt, jafnvel þó að sé verið að tala um málefni, að þetta eru stutt. En dýptin felst náttúrulega í öðru. Hún felst í því eins og þú ert segja, Andrea, að þetta er samtal og þetta hættir aldrei, þetta hefur enga byrjun, þetta hefur engan endi. Og þau sem að gera þetta að almennri viðliti, svona hluta af sinni sjálfsmynd og sinni svo þannig, þau geta kannski náð fram dýpt sem hún nærið ekki með öðruvísi markaðssetningu. Þannig að það er alveg rétt að það er mikil glansmynd, fíblagangur og alls konar á þessum samfélagsmiðlum og margt að varast líka, vanandi lýðræðis ógnir og svona, en það er eiginlega ekki hægt að segja að það sé engin dýpt í þessu af því að í stóra samhenginu, þú veist, sagan er bara sögð fragmenteruð gegnum samtal við alls konar fólk og sáldrast inn í huga margra viðtakanda. Í því stóra samhengi þá er dýptin alveg mikil eða jafnvel meiri heldur en í annars konar miðlum. Svo eru það þessar óvæntu uppákomur. Einhverjir segja það er kannski tími þeirra uppákoma í liðin en svo ég rifja upp málið í verkmenntaskólanum á Akureyri þar sem að Sigmundur Davíð virtist halda föndurnámskeið á einhvers konar varningi frá öðrum flokkum. Aðstoðarskólameistari eða skólameistari sem er tengdur öðrum stjórnmálaflokki fyrir bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar gerir allt vitlaust og kemur með sína lýsingu á atburðarásinni sem mundur svara því. Eru þetta hluti sem að reynast vera vopn í höndum flokkana eða er þetta ógn við þá? Það fer til flokknum held ég og svona og markhópnum. Ég held að Sigmundur hafi fyrir hans, eins og ég er alltaf að segja, hans fólk þá spila hann held ég ágætlega út úr þessu sko. Ef hann hefði verið bara farið live á Facebook eða eitthvað og verið bara ótrúlega sorry yfir þessu og allt það hefði verið mjög ólíkt honum. Það er ekki hans leið, þannig ég held að hann hafi spilað rosa vel út úr þessu. En já, hefði Svandís Svavarsdóttir komið upp með þetta? Nei. Hefði Kristrún komist upp með þetta? Nei, ég held ekki. Þetta sé svo karaktera líka. Já, hann var 100% on brand. Þetta var eiginlega bara hannað næstu. Þess að séum við bara í bakgrunnum, það er bara gert svolítið grín að þessu. Já, hann spilar ótrúlega vel út úr þessu. Já, Bergþór Ólason í nýrri múnderingu, sannarlega. Þá tekur þú bara krísuna og gerir eitthvað úr henni, fyrir hann að bara brjóta þig. Hefði Þóru Snær geta gert það? Nei. Já, ég veit hvort að hann hefði getað krótað á allt fólkið. Það er, nei, ég ætla ekki að. Hefði ekki verið hægt að borga þér til þess að snúa flokkinn út úr þessu? Nei, ég ætla ekki að tjá mig, ég næði þessu máli ekki, ég bara, það eru svo margir vinklar á þessu máli. Það myndi fylla heila þátt. Já, ég held það. Rétt í lokin, þið komist ekki hjá því að koma með svona einhverja kosningaspá. Hver sigrar, hver tapar? Sko, ég segi bara, sko, að því út að spyrja, verður óvænt uppákoma. Við verðum að horfa á eitthvað, það sem að sko margir flokkar eru nála 20, þú veist, þetta er svona stalemate, sko, 20, jafnvel þó að maður veit nú ekki hvernig það endar á XD, kannski eitthvað lægra. Ég held að hljóti nú að vera að verði eitthvað reynt, sko, þetta er eins og að þú ert að spila úrslitaleik í fótbolta og það er 0-0 og það er loka uppbótartíminn, ég meina, vilt ekki, en stundum dettur það reyndar í dúnalogn og fólk vill ekki taka sénsa. Og menn hanga bara á miðjunni eins og fyrirnefndur flokkur. Já, í sko stóra dæmið í þessu er náttúrulega síðan bara hvernig verður með stjórnarmyndun í kjölfarið. Já, hver verður forsætisráðherra? Þú ert framtíðarfræðingur, þú veist meira en við. Ég held að ein leksían sem við höfum frá þessari kosningabaráttu, það er svo fólk sem ekki neitt rosalega hungrað í ákveðna persónu sem leiðtoga. Kristrún kemur vel út reyndar í könnunum, Þorgerður Katrín virðist svona vera margir sáttur við hana. En við eytum rosalega mikilli orku í vor í að finna okkur persónulegan leiðtoga í forsetakosningunum. Mjög mikið svona að vera að spegla alls konar hugmyndir það, varðandi sjálfsmynd þjóðar og þannig að fólk hafi ekki verið sátt við að bara Katrín Jakobsdóttir væri þessi útvaldi fullkomni leiðtogi. Það átti að fara fram samtal um það. Og við tókum það samtal og erum ánægð með það val sem við völdum þar. Og núna finnst mér þess að kosningar séu meira málefnin, klassísk svona vinstri, hægri pólitík að miklu leyti. Og það endar einhvern veginn í því eins og flokka landslæðið að við erum með svona, 3 álitlega svona stóra flokka og einkum 2
Þetta var leiðilegt og loðið svar. Þú ert næst. Spá fyrir kosningar, sko, þetta verður mjög skemmtilegt, ég er mjög spennt að fylgjast með þessu. Ég held, þetta er náttúrulega bara klísja, þú veist, XD mun fá meira og Framsókn mun fá meira og Samfóð mun fá minna, bara, ég held það líki fyrir, en ég er eiginlega spenntari fyrir þess sem kemur næst eftir kosningarnar. Hvernig þau ætla að púsla þessu saman. Spil úr þessu. Við sem erum unnið á fjölmiðlum þekkjum að hringja og það er alltaf, já, það er gott samtal í gangi, taldu loðin svör, sko. Þannig ég held að það verður líka rosa skemmtilegt. Við erum ekki komin út úr, sko, þessari umræðu, þá eftir að mynda stjórn og það verður held ég líka mjög skemmtilegt. Andreas, hvað segja menn sem eru búin að rýna í alla samfélagsmiðlana? Hvernig fer þetta? Sko, vinnur sá sem að eyddi mestu? Nei, það er nú oftast ekki þannig, en sko, ég sko, persónulega er ég ekki búin að velja sjálfur, en sko, mér finnst Samfylkingin vera svona sigurvegari auglýsinga, stafræna auglýsinga, búin að feysa það mjög vel og svona vinnulega sé held ég svolítið með þeim vegna þess hvernig mér finnst þið búin að nálgast þetta. Eru þið búin að vera að vinna með þeim? Nei, við erum algjörlega Veistu hverjir eru í því? Nei, ég er ekki viss. Hver er? Veist þú það? Auðvitað veistu það. Ekki efnið? Nei, ég veit hver er kosningastjóri Samfylkingarinnar og Það er Katrín Júlíusdóttir, eða ekki? Jú, og þessi fyrir ekki á bakvið samfélagsmiðlana og hver sér það og hún hefur bara staðið sér vel og teymið þar, en ég held að þetta sé bara svolítið svona, það verður gaman að fylgjast bara með þessu svona nú í loka dagana, viðreist Samfylkingin og kannski hvað Sjálfstæðisflokkurinn gerir, hvort að fólk fari bara saman gaman að farið, sko. Þið getur öll náð langt í pólitík í. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna, Andreas Aðalsteinsson, Auður Albertsdóttir og Bergur Ebbi. Takk fyrir. Þá er þetta langt komið hjá okkur. Spursmál að lokum komin í dag. Við verðum hér aftur á föstudaginn að loknum kappræðum sem við verðum með í beinni útsendingu á mbl.is á fimmtudaginn. Það er kappræður hefjast klukkan 2 og að því að við erum ekki leiðinleg, þá ætlum við að hafa kappræðurnar í 2 hlutum, 5 leiðtogar í hvorum hluta. Þannig komast þeir betur að og þannig getum við betur greint málefnin og stöðuflokkana hér á lokametrónum. Ég minni einnig á að spursmál verða með kosningauppgjör á Reykjavík Hilton Nordica á sunnudaginn næsta, 1. desember, sem er fullveldisdagurinn og það vill reyndar svo skemmtilega til að það er líka eins árs afmæli spursmála sem ber upp á þennan ágæta dag. Það hefst klukkan 8, fólk getur tryggt sér miða á tix.is og ég hlakka til að hitta ykkur þar. Það verður ekki minna stuð eftir kosningar fyrir. Sjáumst heil.